Mjölking. Jag tänker på att routern sådana neder. Smålan som hänger neder. Och routern på att han sådana överblöd. Ja, men. Jag vet att det är sådana överblöd. Jag måste ta på sidan. Vad kan du ta? Jag vet inte om det är vissa. Nej, det är helt okej. Vad säger du? Detta är jag vet. Men störriken hoppar upp på nivå. Ett, tre. Ja, klart. Two. Det bara frös. Yeah, Det kan det inte vara frös. Kommer du med det? Nej.
Dorpe Dile. Ok, ok. Al minuto. Saeva no dai delay Ah, aus. sulle. Ja, så var händelserna Lisa.
Ég vil minna áhverju á að knattspyrna er leikur á fordómum og er leikur hátíðsnar bæði utan sem innanvallar og bauðum við ykkur til þess að skilja þér baki á engan liði í jákvæðni hugan. Við byrjum á því leikinn að leika Estonál. Númer 12 er Helgi Freyr Þorsteinsson, markmaður. Númer 2 er Einir Haraldsson. Númer 5 Halldór Arnarsson, fyrirliði. Númer 7 Jón Gísli Ström. Númer 8 Jónatan Róbertsson. Númer 13 Andri Jónsson. Númer 16 Mári Viðarsson. Númer 18 Renato Prunier Dubon. Númer 21 Jörgjan Tahani. Númer 26 Viktor Guðmundsson. Og númer 27 er Serki Mútar. Varamenn eru Steinar Gunnarsson, Hilmar Þór Kárason, Jóhann Arnar Sigþórsson, Guðfinnur Þór Ómarsson, Trausti Björn Ríkarsson, Eyþór Þórðarsson og Axel Kári Vignesson. Þjálfari ÍR er Arnar Þór Álfsson og honum aðstoðar Ásgeir Aron Ásgeirsson, Magnús Þór Jónsson, Sævar Ómarsson og Eyjólfur Þór Þórðarsson. Þjálfari heimamanna, númer 1 Sindri Kristján Örvarsson. Númer 8 Hólmar Örn Rúnarsson. Númer 10 Lasse Rísek. Númer 11 Jörðæk Hvísey. Númer 13 Þörnir Naglason. Númer 14 Jeppe Hansen. Númer 16 Sindri Þór Guðmundsson. Númer 18 Markar Mikoli. Númer 20 Adam Árni Röddarsson. Númer 22 Ísak Óli Ólarsson. Númer 25 Frans Eðvarsson. Varamenn eru Ómar Jónsson, Anton Freyr Hauks Guðmundsson, Jónas Guðni Sævarsson, Leonard Sigurðsson, Rúnar Þór Sigurgeirsson, Fannar Orri Sævarsson og Tómas Óskarsson. Þjálfari Keflvíkinga er Guðlaugur Baldursson og hálfgerð aðstoðar er Eysteinn Húni Hauksson Kjerúl, Aron Elís Árnason, Þórir Þorsteinsson, Karl Helgi Dagarsson og Jón Örvar Arason. Dómari leiksins er Sigurður Óli Þorvaldsson og hálfgerð aðstoðar er Birgir Valdimarsson og Andri Haukur Arnarsson og eftirlitsmaður KSÍ er Þórður Lárusson. Og hann kemur Þórsson.
Master kalti tilayani itu selfie.
Gracias.
Come on!
Marco.
Concentrated. And then Anna Maria skoraði í leik með Malaga, Renato Puyet Dubon. Bonjour.
Lysanden dálítið seinna að koma sér.
Það er út. Hljóðið? Já, ég var komið með. Þetta ætti að það detti núna. Þetta er ekki inn. Virðist.
Við sjáum bara eftir leik, hann kallum bara. Again. Keflvíkingar verða hreinlega að vinna þennan leik til að dragast ekki niður í annað sætið ef svo skyldi gerast að Fylkir myndi vinna sinn leik. Það annar leikur sem fer fram í Kassudeildinni. Leiknir Reykjavík á móti Þrótti Reykjavík. Það Leiknir Reykjavík 1-0 yfir. Þetta mark frá Ragnari Leósinni. Keflvíkingar hér brunaði sókn á vinstri kantinum. Áhorfendur í stúkunni vilja meina að það hafi verið brot. Mér finnst þetta bara að vera stór hreinsun. Það var gott brot eins og maður segir. Við fyrst í boltan. Frans hér, Nokkur Ellósson. Þegar við vera Mark Ásland, Mark Ásland. Sem skilja okkur ekki neitt. Íringar keyra hér í sókn. Ísabóli hreinsar út af. Íringarnir eru farnir að tefja. Nokkrar mínútur liðnar á leiknum og þeir ætla að halda. Það er greinilegt. Þeir eru búin að vera duglegir að pressa Keflvíkingana. Keflvíkingarnir hafa ekki verið góðir undir pressu undanfarið. Það er að tapa nokkrum boltum þarna. En við höldum áfram. Góð sending frá Frans Ellósinni og Lasse Ríney. Lýsa þarna með Lasse átti þarna sendingu sem að mistókst. Íringarnir leggja staðið svo með glæsna boltan út á hægri kantinn. En Ísak Óli er mættur á svæðið eins og áður. Stendur vel þarna í vörn Keflvíkinga. Þeir halda áfram að tefja. Já,
taka sér tíma, taka sér góðan tíma í innköst. Það sem eftir líður ekki lengur þannig að Sigur Óli fær nóg þessari vitlausu hjá þeim og hér kannski hinum þetta svona eittur spjald. Rýningar hér í sókn. Fyrirgjöf frá hægri yfir á vinstri sem að Sindri Kristinn nær að hreinsa í burtu með því að kýla þarna liggur þó eftir og markið opið sem að Írningar gátu ekki nýtt sér. Jæja. Írningar eiga hér hornspyrnu. Í hornspyrnu. Þetta boltan aftur. Bara þarna. Shit. Þarna voru Keflvíkingar stálhefnir eftir skelfilega hreinsun. Það eitthvað óöryggi mönnum á miðvarnarlínunni. Menn ekki að hlusta eða treysta hvor öðrum. Írningar með stífa pressu. Pressa stíft á Keflvíkingarna eins og langt engast. Núna Gáðsson nær að skella í burtu. Júræ með upp boltanum. Sölvason setur hér pressu á Írninginn. Kastar honum út af. Það vantar á öryggi í sóknarleik Keflvíkinga að klikka allt of mikið á stuttum og léttum sendingum. Að losa boltan allt of mikið á handstængana. Þetta ekki nóg gott. Hér byrjum við aftur. Júra hér, tekur keislan upp, tekur einn á, tekur tvo. Heldur áfram, keislan upp vinstri kantinn. Hvað gerir maðurinn? Ekki neitt. Virkilega góður varnarleikur. Hjá Írningum þarna, stoppan. Og þeir hefja sína sókn. Ísak mættur. Alls staðar. Hafsendin okkar alls staðar. Tíminn réttur, ég held að klukkan sé fucking. Tíminn að komin í lag. Írningar þarna, ekkert brot. Þeir verða að sækja sigur hér, þeir þurfa að sækja 3 stig til þess að halda toppnum, halda fyrsta sætinu. Frans Elvarsson lósir í boltan yfir á Sindra. Svona yfir boltan aftur yfir á Ísak. Ísak yfir á Marko. Hérna skannar svæðið. Jeppe Hansen og hann lætur boltan fara. Það var ekki það sem að við viljum. Það var ekki nóg gott. Engar breytingar í hálfleik í hvoru liðinu. Keflvíkingar halda hér pressun áfram. Varamenn Keflavíkur eru varamarkvörður Ómar Jónsson og Anton Freyr Guðlaugsson.
Hauks og Guðlaugsson. Jónas Guðni Sævarsson, Leonard Sigurðsson, Rúnar Þór Sigurgeirsson, Hallóður Sævarsson og Tómas Óskarsson. Fyrir Frans Elvarsson að fá gult spjald fyrir brot. Rétt 70 metra fyrir undan markteig Keflvíkinga. Jónatan liggur eftir í græsunu. Sýnist Jónas Guðni Sævarsson vera að undirbúa skiptingu. Já, Jónas Guðni Sævarsson er að koma inn á Hauk. Annar sem er að undirbúa sig. Það er hann Leonard Sigurðsson. Jónas Guðni hefur ekki spilað leik hér síðan í leiknum á móti Grótti Reykjavík í 3. eða 4. umferð. Þar sem hann meiddist á hné og hefur verið frá síðan. En virkilega gaman að sjá hann koma aftur inn á völlinn ásamt Leonard Sigurðsson sem hefur verið. Við hefum komið þessu nokkur leikum hjá Keflavík í sumar. Þetta er leikmaður númer 25, Frans Elvarsson. Og einnig Lasse Riise. Lasse og Frans er að hluta leik. Þá eru komnir á miðjuna gamlir refirnir Jónas Guðni Sævarsson og Hólmar Örn Jónsson. Ég myndi Keflavík. Klárum þetta. Því ekkert annað. Þínir Sýringar ætla að halda áfram pressunni, nýta innköst og flestir leikatriði til að tefja. Það er reyndar ekki búin að gera síðan að góða mange ámyndið á hann. Keflvíkingar þurfa að bæta skipulagið hjá sér. Það er svolítið mikið vörn. Boltinn farið frá vörninn og reyna að tróða þessu í gegnum miðjun og inn á sóknum strax. Þeir eru að flýta sér aðeins svo mikið. Það er þessum tíma, bara þessum tíma og vilu upp. Opnum tækifærin og opnaðis vörnina. Adam ykkur hér. Já, það er tótt. Það mátti ekki haldið leikmanninn. Það er í stalvið bara. Þetta er spennandi ennþá. Adam. Markteig Írringa. Markáðsson tekur hér hlutina, skjáðan fram. Ímaræ vinnur hér. Þetta var, já, ég bara segja þetta sér. Markáðsson hér í vörninni. Hólmar Örn Jónsson senda niður á Ísak sem að enn og aftur erum við að reyna of mikið að koma þessu í gegnum miðjuna. Það er ekki að virka. Við þurfum að fá miðjuna að Keflavíkur aðeins til þess að taka við boltanum og stjórna spilinu. Við þurfum að sækja sækjum að róa aftalega. Við þurfum að nýta kantana betur. Við þurfum að nota miðjuspilið.
Þegar ekki komast í mækinn hinum meginn. Hérna eru allir nýttir í öll störf. Það var það aldrei verið. Við erum bara nokkuð hjá Pöppi. Þetta er góður til að vinna fyrir félagið, þá breytir það ekki máli. Það er svo gaman þú veist. Hér koma Ýringar í sókn. Vel gert hjá Sindra sem að senda hann fyrir. Og Sindri Kristinn ver þetta glæsilega. Markmann Rafn brosir boltann. Það kemur Leonard. Keflavík reyna bolta. Nei. Ýringar með enga stér. Ráðsland skallar með burtu. Jón Guðni tekur mér niður. Jeppe Hansen fer á stað. Leonard tekur í kistlu. Leikurinn eftir á ný. Leonard tekur svona boltan. Þetta yfir á Hólmar Brúnsson. Leonard gerir upp með liðinni. Það er bótið á hann. Og sett inn þetta hér. Guttspjald. Jú, það var alveg. Þetta er að vera gutt. Mátti alveg líka og það er líka alveg gett. Bara að hafa gaman. Keflavík er einhvernig rétt utan markteig Ýringa. Marko Júran kemur líklega. Hann líður á þessu á markið. Ég segi að þessu sé inni. Já. Hvað með því? Músum, annað. Þetta var aldrei líklegt. Langt í frá. Rofið 100 áhorfenda múrin hér á YouTube. Keflavík TV. Við erum næstuð í hátíð. Jeppe pressa á þá. Og þetta á Hólmar Brúnsson. Hólmar gat séð þetta. Magna. Það halda áfram að telja. Ýringarnir taka sér góða tíma í allar svona útfærslur. Þeim er bara allt í lagi. Ef þú mátt það, þá gerir það. Þangað til að koma einn dæmir annað. Keflvíkingar þurfa að fara að pressa virkilega og setja þennan leik. Ef þeir ætla að eiga einhverja séns að komast yfir. Þetta var ljótasta innkast sem ég hef séð. Fullkomnir menn sem geta ekki kastað þessu svona hnjánum eiga ekki að spila fótbolta. Það er auðveldasta sem þú gerir. Það er að kasta boltan inn á öllu. Ótrúlegt. Ótrúlegt að menn kasti. Ja, hættum að tala það. Keflvíkingar enn og aftur ná ekki að þetta er svolítið mikið alveg eins. Það er bara verið að losa þær yfir Adam fær boltan hana. Það er, jú, þeir eru að reyna. Þeir þurfa að sprengja þetta betur upp.
Sindri sendir ekki fyrir. Svona maður yfir að grípa auðvitað. Langt útspark. Marko skaflar hér. Það er kunnulega brot. Þetta er Hansen. Sér Markevik! Læsir þetta! Markevik til! Og neglir honum inn! Þetta getur vegurinn! Það hefur ekki sýnt mikið af þessu í sumar. Það er alveg. Vel gert. Mjög vel gert. Staðan 2-2 hér á Inkasso, nei, hér í Inkasso-deildinni á Nettovöllunum. Keflvíkingar ættu sér sigur í dag. Reyndar ættu að bæði þessi sigur í dag. Nú erum bara að halda á, bæti í. Það var stórklæðisleitnar. Hér er markaskorurinn leiksins kynntur á ensku. Rissundi fyrir! Adam Ornin. Svona á því að það var stóngarannleginn. Rétt og yfir. Þetta er orðið leikur. Það er komið smá stafn í þetta. Mikið léttir fyrir Keflvíkinga að ná að jafna þennan leik á þessum tímapunkti. Framhjólsveitin. Svona kveikja á sér. Þannig ég fyrir brotlegur, alveg greinilega heldur hérna leikmanninn. Hann ætlar að fá sér eitt stykki krampa. Emjandi og vælandi. Írringar með langa spilnu hérna framvöllin sem að Ísak Óli. Ísak Óli, nei. Það heitir Ísak Óli. Það heitir Ísak Óli. Jú, það heitir Ísak Óli. Skotnar. Þessum að geta Ísak og Sindri Kristinn, þeir eru bræður. Þeir eru að koma virkilega sterkir inn í lið Keflavíkur. Eins og oft áður Ísak á sínu fyrsta alvöru tímabili. Sindri búinn að taka nokkur tímabilin. Þeir komu Írringar og Hólmar Örn er að næla sig hér í guldspjald. Hann nældi þetta. Nú svona sækja hérna í eitt stykki guldspjald. Írringar er stundur rétt fyrir þennan deg. Sjáum hvað verður hoppið með þeim. Ísak stillir vel varnarveggnum upp. Þannig að hægt nota spreyið, eða þá var það ekki í Inkasso-deildinni. Þetta spreyið er lengur upp. Það var bara eitthvað trend. Og Írringar hér með spilnu sem Sindri rétt svo. Rétt boltan missar að fá sem verðum aftur sem var virkilega vel gert. Það þarf að fá 29 höndjarleikurinn. Þeir eru eitthvað sleipir. Keflvíkingar hér. Byggir nýja sókn. Hólmar Örn Jónasson. Lítið sem engin hreyfing fyrir frá honum. Nei, samt til þess að ljósa boltan á mark. Hólmar Örn aftur. Sendur hann inn á Leonhard. Sendur hann yfir á Ísak. Hann haldur áfram. Þetta er bolta fyrir. Yfir.
10 mínútur eftir af þessum leik. Með 8 klukku. Þetta er verið að meina eftir nokkur sekundum leikklukku og þessari klukku. En cirka 10 mínútur eftir. 10 mínútur skora eitt markið viðbót. Fyrir bæði lið. Við erum hlutlausir í kvöld. Það ganga stjórnumenn fram og tilbaka. Í ungum tímum. Skiptir allt máli. Vel gert, Leonard gerði upp kantinn, drengur. Upp kantinn. Leonard tekur hann hérna, losar hann inn á Tóa sem fær pressu í bakið og setur á Jónas. Jónas sendur hann tilbaka á Ísak. Ísak yfir á Marko. Nú sér Júræ tekur hann upp, hendur áfram. Hann er tröngna blóðið. Íringar ekki það sáttir með þetta. Hann verðskuldar. Hvað er í gangi hérna? Það er eitthvað sem gerist hérna. Við náum ekki alveg að greina. Leikmaður Keflvíkinga liggur þarna eftir. Hvað hann gerði leikmaður Víkinga er þetta er eitthvað. Við erum oft vissið hérna. Við náðum ekki að sjá þetta á myndavélunum. Það var eitthvað sem gerði þarna eftir á. Júra liggur þarna eftir að virðist að fengið högg á andlitið. Hvort það var í brotinu eða eitthvað sem gerðist eftir á. Alltaf hann var áhorfendur mjög nálægt þess að sjá hvað gerðist. Hún sigur Óli. Hann hefur ekki séð þetta, hann var ekki í línu verið með eldur. Keflvíkingar eru brjálaðir þetta. En áframflurið. Marko. Það sendi ekki inn á Teig. Hann er dættur döður með miðjumarki Íringa. Þannig vildi Keflvíkingar fá innkastið sem við fengu ekki. Íringarnir eru að tefja. Þeir ætla að halda í jafntefli. Þeir eru búin að tefja þennan leik frá því þeir komu inn á í seinni hálfleik. Þeir gerir hér skiptingu á liði sínu. Núna er leikmaður númer 10 að koma inn á. Jóhann Arnar Sigurðarsson. Út af fyrir leikmaður númer 18. Renata Gubon. Ég veit ekkert hvaða stöðu þessi leikmaður spilar. Það ætla ekki að heyra í bakgrunni. Það er vinstri kantur. Keflvíkingar halda þetta áfram. Jeppe Hansen. Nær hér boltan aftur eftir að mista hann. Vel góður. Hólmar setur út á Júræ. Júræ kemur upp kantinn. Með hlaupa með hægri kantinn sem með sér. Hvað gerist hér? Ekki neitt. Vel hér. Þetta var rángstæða. Greinilega rángstæða þarna. Línuvörðurinn bent ekki neitt. Leonard Sigurðarsson með 3. mark Keflvíkinga. Það var rángstæða.
Vel gert. Keflvíkingar gera skiptingu. Inn á kemur leikmaður nr. 2. Anton Freyr fyrir Júræ sem meiddur. Staðan 3-2 fyrir Keflavík. Keflvíkingar taka við fyrir stúkunni. Línuvörðurinn gerði alveg fast miklu þarna. Leonard var greinilega fyrir innan þessar tvo sem voru þarna nálægt, svo vitum við ekkert. En mark er mark, saman hvernig það kemur. Það er flottir. Virkilega. Nú er bara að halda áfram, setja á þá. Þeir eru ekki að tefja mikið lengur, ég er einhver núna. En þeir Anton kemur sterkur inn. Hann dettur niður. Ísak hreinsa hér. Leikmaður Keflvíkinga númer 19. Þannig að Sigurðsson skoraði þetta mark. Hérna sjáðu hann taka sprettinn. Virkilega vel gert. Burstum þetta mark, vel gert. Hólmar tekur hann hérna niður. Anton Freyr. Anton yfir á Marko. Þannig að Hólmar til Anton. Tekur fyrir gott hlaug. Anton Vatni og Marko. Þetta er gott spil, virkilega gott spil sem heldur áfram hérna, glæsilega. Þarna stoppar boltinn, en við höldum áfram. Hólmar, Adam. Hólmar aftur yfir á Adam. Adam tekur hana glæsilega á. Keflvíkingar missa boltann út af. Það er Jætla Hansen sem er valinn leikmaður leiksins af árundum Keflavíkur. Ég er ekki að þetta er liðið sem er út af leikmaður númer 2. Einar Haraldsson kemur leikmaður númer 9, Hilmar Þór Skárásson. Svo fyrir vörn, líklegt. Mark Ásland rífur sig þarna upp glæsilega. Einnig gerir Jætla það. Enn og aftur fellur fyrirliðingar niður. Hann er góður í þessu. Og fótbolta líka. Það var hann líka þarna á. Keflvíkingar pakka þér niður. Írringar. Nú erum við einhverja hana. Mark Ásland rífur sig þarna glæsilega og Hólmar Örn burti með þetta, vel gert. Jætla komið þarna, það er þessu. Það var glæsilegt, það er enginn marki, losaðan fyrir ykkur. Leifur Sigurðsson, einn af markinu! Hvað heitir það? Leifur Karlsson var þeirri! virkilega vel gert að Jætla, góð barátta. Þetta er menn að klára. Einn á móti markinu. Virkilega góð barátta með Jætla Hansen. Keflvíkingar eru í hornspyrnu, ætla að halda. Þeir ætla að halda. Ná því. Vinna þeir aðra hornspyrnu. Keflvíkingar ætla líka að draga þetta eins. Þetta hornspyrnu hérna. Hólmar Örn Rúnarsson.
Inn á Jónas Guðna. Hérna er að losa á Leonard. Hérna tekur hræðilega skot hérna en hérna varnarmann í Írringa. Það kemur hérna Kistunni. Sindur Kristinn. Vel gert. Losa hérna boltan. Írringar er að flýta sér. Leikur skiptir líka máli fyrir Írringa. Það er vitlaust innkast, vitlaust tekið. Leonard er þarna með þetta boltan. Þarna er alltaf að vera vitlaust. Það er alltaf að vera vitlaust hérna. Hvað er í gangi hér? Geta menn ekki að haga sér? Það er vitlaust að öll. Hann er greinilega að krafta á leikmanni Keflavíkur og leikmaður Írringa ætlar að lyfta honum þarna upp. Eins og einhver þeir hætti ekki. Það er mjög góður. Það er þetta koma tala sér eitthvað þarna saman. Það er verið allavega 1 gult til 2. Mjögulega eitthvað meira. Hindra 26 á horfa. Það er 3-2 fyrir Keflavík. Hver fær spjöldin? Hvað gerir þér? Það er eitthvað vitlaust síðan á hann. 2 gult spjöld. Það er hann. Írringar með innkast hér. Sindur Kristinn nær þessu. Liggur þarna eftir. Við komum hér á 94 mínútu. Partían er leið. Það má ekki vera inn í boðanum í útsparki. Til þess er þessi Pojiðis. Hérna er Adam. Misti boltan hann aðeins nokkur á sér. Ekki brjóta Keflvíkingar, ekki brjóta. Haldið í boltanum strákar. Það var vel gert Anton. Halda áfram. Burtu með þetta Sindri. Burtu með þetta. Rangur. Nei, ekki rangur. Shit. Burtu með þetta drengur, vel gert. Háið þessa móttöku hjá Jeppe. Írringar eru að flýta sér. Þetta er dómarnir hér að láta leikinn fljóta heldur lengi. Keflvíkingarna við boltanum. Adam Árni. Missir það frá sér aftur. Þetta er búið. Fljóta þetta dómari. Koma svo. Hún er góður. Það ætla að láta leikinn fljóta endalaust. Vel gert með Leonard. Leonard keyrir hérna kantinn. Hann heldur áfram. Hann kemur í sigurinn! Írringa! Áfram á sætinu! 3-2! Virkilega sætur sigur. Virkilega sætur sigur. Írringar eru ekki sáttir. Keflvíkingar toppi inkasso deildarinnar.
Ég þakka fyrir mig. Þetta ekki flott. Ja. Ég náði að redda þessu. Já, mér syns það.